Það mjög rík hefð fyrir sjálfboðaliðastarfi út á Álftanesi. Það mjög sterk hefð bæði í kvenfélaginu, Lions, skátunum, ungmennafélaginu. Og það að samfélagið ekki stærra en 2500 manns þýðir að það fullt af fólki tilbúið að leggja eitthvað á sig fyrir samfélagið því að það alltaf að leggja eitthvað til sjálfsins í raun og veru. Það hefur verið rík hefð fyrir því í kirkjunni og við erum að byggja mikið á því. Til að mynda þá eins og sunnudagsskólinn bara haldið upp á sjálfboðaliðum. 6 til 8 ára hópar, þar erum við með strák- og stelpuhóp og þar sjálfboðaliðar ásamt mér. Og sömuleiðis með kórinn, hann gerir þetta allt í sjálfboðavinnu. Þannig og við erum í mjög góðu samstarfi við skólann eins og varðandi að unglingarnir þau fá þetta metið sem að vinna með mér eins og í 6 til 8 ára starfinu. Þetta fer inn sem val hjá þeim. Ég held að það sé rosalega einmitt góð spurning, hvaða hæfileika hefur þú og hvernig getur það nýst í kirkjunni? Og þetta eru tónlistahæfileika mjög eftirsóknarverðir en það í mörgu öðru sem að fólk getur borið eitthvað fram og hefur eitthvað að gera. Það liggur bara svolítið í þessu að vera kirkja. Það liggur svolítið í þessu hugtæki að við erum náttúrulega samfélag þar sem öllum getur liðið vel og allir einhvern veginn metnir á sínum forsendum og það sé svolítið munan á okkur eins og íþróttafélögunum að við erum ekki sigurvegara samfélag. Fólk ekki þarna algjörlega á þeim forsendum að vera best í ykkur. Alls ekki, það bara að þið líður vel og fær að njóta sig. Þannig að ég held að bara við löðum gott fólk að okkur bara með að vera við sjálf og mynda geðtengslu fólk. Ég held að þetta sé þannig að ef kirkjan reynist þér vel, þá vilt þú reynast kirkjunni vel. Og það kannski svolítið tengt líka bara mínu starfi sem prestur og sem skólaprestur í Álftanesskóla til dæmis. Að þar erum við að bjóða upp á sálgæslu fyrir börn og unglinga og þar myndast mjög sterk tengsl. Og ég hef þá reynslu að þetta svo vel metið að eiga einhvern að og þá á móti þá vill fólk gefa. Á móti vilja unglingarnir koma að og þetta verður líka bara að vera samfélag sem eftirsóknarvert að koma inn í og það sem vel gert við fólk, vel hugsaði fólk og muna eftir hverjum einasta. Þannig að það kannski helst það náttúrulega, þetta svolítið einfalt en það nú stundum þannig með þessa einföldu hluti að það þarf að margtyggja það ofan í okkur sjálf og við þurfum alltaf að minna okkur á hvað einhvern veginn laðar okkur að.